Ég dáinn komin til himna, ég í bakherbyggi á skemmtistað með einni glæsilegustu fjöllistakonu Íslands, Þórunn Antonía. Hæ. Hvað segirðu? Takk fyrir þetta. Það ekki, þetta ekki glæsilegt? Þetta ekki góð kynning? Æðisleg kynning. Herðu, ég meina fjöllistakona, það ekki orðið bara réttnefni fyrir því í dag? Ætli það ekki, sjónvarpskona og tónlistakona og svona áhuga leikona. Grín leikona. Grín leikona, einmitt. Alltaf láta plata mig einhverja vitleysur, En ég meina það virkar. Já, það gerir það. Já, glæsilegt. Músíkin, þetta ekki samt alltaf eins og að koma heim? Ég meina, hvað langt síðan þú byrjaðir að sýsla í músík? Ég samdi minn fyrstu lög ábyggilega bara svona 6-7 ára, sko. Okay. Þá var ég bara með kassettutæki og hlusta á útvarpið, var með kassettu í því og ýtti sko á rekk. Já. Og söng yfir lögin sem var mjög fannst æðisleg, sem var yfirleitt sko Stjórnin og bara allt með Siggu Beinteins. Já. Hún eiginlega bara ædol. Átrúnaði góði? Já, hún það. Var það allavega svona þegar ég var yngri. Pabbiðinn náttúrulega maður sem samdi lagi sem á að vera þjóðsöngur Íslands, Já. Ísland er landið, Magnús Þór. Ég sammála því. Þannig að það er ekki langt að sækja bæði inspirasjón og hæfileikana. Við erum rosalega góðir vinnir. Hann ekki bara pabbi minn, hann vinur minn. Við vinnum rosalega vel saman og fyrsta platan sem ég gaf út þegar ég var svona 17-18, við unnum hann í sameiningu. Þá tók hann svona alla textana mína sem ég var búin að vera með einhvern athyglisbrest bara að skrifa og alls konar blöð út allt og hann bara tók þetta saman og við ákveðum bara að semja lög við bestu textana og bestu svona hugmyndirnar. En þú skellti þig náttúrulega út í nokkur ár, varst í hvað, London mest? Í stuttumáli var ég mest í London, svo bjó ég í Los Angeles, svo bjó ég á Írlandi í smá tíma og Danmörku. Já. Þannig ég var svona bara, lifði svona síkunni lífi. En hljómsveit sem hét Fields, sem kom á Airwaves. Ég var fyrst í hljómsveit sem heitir The Honeymoon, svo Junior Senior, svo Fields og svo söng ég með Beck í Los Angeles. Já, og Velvet Underground eða Nico-plötuna. Og bara alls konar fyndin og skrítin verkefni. Alls konar ævintýri náttúrulega. Þú þekktir eitthvað til Amy Winehouse og varst eitthvað að fælast með þessu? Við kynntumst þegar ég var 18 ára og flytt út. Þá var hún bara í mínum vinahóp. Ég og besta vinkonur sem þær bjuggu saman. Við vorum besta vinkonur þannig að hún var vinkonur minn og bara yndisleg stelpa og bara mikill missir að missa hana. Hún ein af bara frábæristu söngkonum sem Náttúrutala? Algjör. Svo kemur heim, ferði í afmæli á vinkonuðinni, skemmtistaðst eitthvað rappar og endar á prikinu. Algjörlega, og enda allt í sem leikuna í Steinunum okkar og það kemur smá gaffall í veginn eins og maður þýðir úr ensku. Eru börnin farin að þekkja þig í Kringlunni? Ég elska börn og börn elska mig. Ég var að spila í Ráðhúsinu áðan, það var ekkert mikið af fólki, það var friðartónleikar en það var svo æðislegt, ég labbaði hérna inn og ég bara, það er svolítið lítið af fólki hérna en það voru svona 5-6 börn fremst sem voru bara leið og ég byrjaði að spila, þá bara byrjuði þau að dansa og ég var bara yes! Þannig ég ákvað bara að spila fyrir þessi börn, það er bara, ég meina, að spila bara fyrir þá sem að hafa gaman af því. Nákvæmlega. En tínda kynslóð, nú er það nýbyrja, hvernig er að vera með svona þátt í hverju viku? Það er ógeðslega skemmtilegt, það er náttúrulega krefjandi. Það er náttúrulega reynir svolítið á að maður sé alltaf með hugmyndir. Þetta er bara langmest hugmyndavinna. Nú fyrst þú að upplifa gamlan draum hjá mér að henda egg í hausinn og Loga Bergmann. Hvernig tilfinning var það? Það var skemmtilegt. Hvað ætlar að sjá svona helst Þórunn á Airwaves? Náttúrulega kærastana eftir líklega? August Bent og Blas Rocka og Forgotten Lords. Bróður minn í þeirri hljómsveit. Ég svona keeping it in the family. Svo ætla ég bara að sjá hvert bara hátíðin tekur mig. Og ég að spila alveg 4 sem ég viðbútt. Ok, nóg að gera. Þannig að brjála að gera. Hvað myndi Bent gera ef hann segja okkur koma hérna út 2? Herri, ég veit það ekki. Myndi hann skalla mig? Í eitthvað svona Já, glímu, hann er náttúrulega glímuóður. Eða armbað.